Góða kvöldið, eins og frostið þá ætlaði ég að vera með svona símskipta erindi. Það var lengri erindi. Það sem að ég fjallaði var svo reynsla sem við höfum af peningastjórn á Íslandi. Og það má segja að við höfum alltaf og við lifum alltaf eftir draumi að við getum stöðugt gengi, það er það sem við viljum. Og þessi mynd, hún sýnir okkur bara tímaás, við höfum að læra sögunni. Þetta fyrir 1870 og þetta nefnir 1950 og það má segja að draumurinn um stöðugt gengi hvað okkur varðar hafi eiginlega byrjað með myntbandalagi Norðurlandana sem var sett á laggirnar 1873. Það er sem sagt ákveðið þá að hvert kíló af gulli skyldi kosta 2.480 krónur og það sem Ísland var fyrir að Danaveldi að þá tókum við þátt í því og vorum sem ógengt í myntbandaleginu. En vandamálið hins vegar við þennan draum stöðugt gengi er að ef hann er ekki stundur af undirliggjandi efnahag þá getur farið illa og raunar er þannig að efnahagskrísur eins og við horfum á í Evrópu, það má raunstíða það að efnahagskrísur séu að einhverju leyti afleita því að menn hafa þennan draum og fylgjum honum það eftir. Allavega það reynslan okkar á Íslandi að þessi draumur hann hefur kostað okkur höfn. Sem sagt við byrjuðum á því að gefa út fyrstu seðlana 1886 þegar Landsbankinn var stofnaður og sendið inn 500.000 króna inn í Landsbankann. Það var ekki fast við gull en það var litið svo á að þetta myndi fylgja dönsku krónunni og síðan gerist það 1904 að Íslandsbanki er stofnaður. Íslandsbanki fékk leyfi til þess að gefa út Íslandsbankaseðla og það var kvöð á Íslandsbanka að Íslandsbanki myndi þeir seðlar yrði innleysanlegir í gulli. Sú kvöð hélst í 10 ár til 1914 og eftir það þá verður hér útlánabóla og menn geta prentað meira af seðlum. Menn verður fyrir áföllum, efnahagslífið verður fyrir áföllum en við erum með, krafan var alltaf þessi að við erum með stöðugt gengi. 1919 er farið að syrta verulega álík. Það er gjaldeyrisflótti, það er gjaldeyrisskortur og 1920 þá er bara sett á höft að við vildum jú hafa stöðugt gengi. Og það var svo rangt að 1924 og þá er sett á laggirnar nefnd sem hefur það hlutverk að tryggja stöðugt gengi eða sterkara gengi. Krónan var látin fljóta á tímabili, hún lækkaði gagnvart pundi. Það hafði þar afleiðingar að atvinnulífið, það fór að ganga betur. Það komst á jafnvægi við útlönd, þannig að það var ágætt stefnum og það var það. En tískan á þessum tíma, eða það er að segja krafan á þessum tíma var stöðugt gengi og eiginlega óháð því hvernig gekk í efnahagslífinu. Þannig að menn festu krónuna aftur við eitthvað fast, festu við breska pundið var fest við gulli. 1931 þá tóku Bretar pundið af gullfæti, þá kom hik á Íslendinga. Íslendingar sögðu, ja, hvað er við að gera? Við erum búin að festa þetta með breska pundið. Breska pundið er ekki lengur á gulli. Síðan eftir þetta hik sem stóð í einhverja vikur og þá sögum við, já, við ætlum samt halda áfram að tengja íslensku krónuna við breska pundið. En svo gerir eitt svona varúðarfærslu. Við skulum setja upp höft. Og þá var hansi víðtæk höft sem við byrjuði á þá 1931 og það eru þau höft sem síðan voru ekki að fulla afnemi fyrir 1995 eða 64 árum síðar. Þannig að ég hef því fram að þessi draumur um stöðugt gengi án þess að taka mið af því sem er að gerast í undirliggjandi efnahagskerfi hafi verið ástæðan við því að setjum á höfti 1920 og 1931. Nú, ef við spólum bara svo fram til 2001 þegar Már Guðmundsson var aðalhagfræðingur þá var ákveðið að taka upp verðbólgumarkmið. Það var tíska í seðlabankaheiminum. Nýlega er búið að gefa út dánavottorð fyrir þessa tísku, þessa stefnu. Það var eftir
2009-2010 og þá erum við óbæðilega hafðum að segja að þessi stefna sé náttúrulega algjörlega fatal. Að vísu á Íslandi höfum við erum við á Lappabósastefnu og köllum að verðbólgumarkmið dús. En áður en að verðbólgumarkmiðið var tekið upp 2001 að þá upplifðum við líka hrun krónunnar 2001. Þess að menn voru byrjað að fikra sig áfram með þessa aðferðafræði og alveg eins og verðbólgumarkmiðið var raunverulega þannig að við vorum að reyna að stýra gengið. Þetta var raunverulega gengistýring vegna þess að ef gengið fellur mjög mikið þá hægt að súa að verði verðbólga, en þeir voru að reyna að stýra gengið. Og menn búa þá til gjarnan vaxtamun og ein afleiðing af vaxtamun er að það er áhugavert fyrir aðila að taka lán í lágvaxtamyntum, færa til Íslands og fá háa vexti og fara svo út. Þetta var það sem var gert í aðdraganda hruninu 2001. Það var hrun en það voru ekki gjaldeyrishöft, en við sjáum það að það komu peningar inn og þessi peningar til fjármögnun viðskiptahalla. Þetta er viðskiptahalli sem við erum að horfa hér. Og síðan var gerist þetta aftur í aðdraganda hruninu 2008. Hér er þess að 2008 að við erum með vaxtamunarviðskipti, við erum að auka mun og vöxtum milli Íslands og annarra landa að við viljum að halda genginu svona nokkuð stöðugu eða styrkja það óháð því hvað er að gerast með varðandi viðskiptahallann. Hérna erum við að búa til að fjármagna viðskiptahallann með vaxtamunarviðskiptunum og á þeim tíma þá lifum við það að sé nokkuð svona stöðugt gengi. Þessi mynd sýnir ágætlega hvað gerist með gengi. Þetta er íslenska krónan á móti dollar. Hérna sjáum við, þetta er svo 2005, hérna sjáum við hvernig vaxt í jöklabréfin sem menn fór í, Svisslendingar og Ítalir fór í jöklabréf og voru að byggja þá stöðu upp og nýta þennan vaxtamun sem að síðan þá að borga innanlands. Og sú staða er alltaf að vaxa og við sjáum það að það er nokkuð gott samræmi í því að þegar það er innflæði af þessum peningum að utan, sem er bara lán, þá er það gjarnan að það styrkir gengið. En leið og menn fara út, það sem gerist hér var að undirmálskrísan byrjar í Bandaríkjunum í júlí-ágúst 2007. Það þýddi bara það að þeir sem höfðu lánað til Íslands, þeir fóru ágjur af því að fá peningar sem tilbaka, ekki fá það og dróða smá saman út. Allar að gáða ekki út ný jöklabréf. Og þá minnkaði stabbinn á lánunum og þá bara fór gengið niður og endanum þá var það svo mikið að við lefum ekki neitt og til þess að gjaldmiðlir færi ekki alveg í vaskinn og voru sett á gjaldeyrisöfn. Þannig að það fyrir mig næsta. Nú, það voru ekki allir óanægð með þetta. Hérna erum við með rétt af því þegar að þeir spákaupmenn sem voru að nýta sér vaxtamunarviðskipti, velunnuðu Seðlabanka Íslands, gáfu Seðlabanka Íslands bikar fyrir velunnu störf. Hér er þáverandi aðalhagfræðingur Seðlabanka sem tekur á móti þessum bikar. Og mér finnst kannski að þessi tveir þetta þáverandi líka því að þeir eru hérna á höfundurinn og hér er sem aðstofnmaðurinn. Og þannig ég segi að þetta er draumamenn, þeir voru að uppfylla þennan draum og stöðu gengi. Og það hefur síðan áhrif á trúverðuleikann vegna þess að þetta er nú stefna sem Silgi Strand, þetta er næsta. Og það er bara þannig að hlutir eins og verðbólga er vegna þess að það er einhverju vélræni þættir sem að búa hana til sem það er stríð í Líbíu og olíuverð hækkar, sú hækkun hún skilar sig til Íslands. Það er líka verðbólguvæntingar. Ef við höldum að verðbólga verði 5% næstu 12 mánuði og ef við ætlum og þurfum að semja launin okkar til næstu 12 mánuði, þá munum við líklega vilja allavega 5% hækkun. Við viljum allavega halda í við verðlag. Ef við erum að verðleggja vöru til næstu 12 mánuði, þá er líklegt að við gerum það líka. Þannig að verðbólguvæntingar, það er búa til verðbólgu. Og það er stórt hlutverk Seðlabanka að tryggja það að verðbólguvæntingar séu hóflegar og þannig er þetta að hafa áhrif á hvernig verðbólga verður raun og veru. En það er hægt að mæla líka verðbólguvæntingar og Seðlabanki gerir það og hver sem getur gert það bara með því að skoða mismun á verðtryggðum og óverðtryggðum skuldabréfum. Hér eru verðbólguvæntingar til langs tíma í
fyrir ár sem ég skoðaði á síðasta ári. Og sjáum við það að verðbólguvæntingar hafa verið að aukast og það er alls konar ástæður fyrir því. En það sem er sérstaklega áhugavert er það að þessar rauðu súlur hérna, þetta eru tímabil þar sem eru beinum útsending frá Seðlabanka Íslands. Hérna sem sagt er Seðlabankinn á útistefnumarkaðnum. Hvaða aðgerðir á að grípa til þess að slá á verðbólgu. Markaðurinn bregst við eins og sjáum. Ég held að því að verðbólguvæntingar bara aukast þegar það er að útskýra það hvernig það á að berjast á móti verðbólgu. Og stundum aukningin alveg gríðarleg. Þetta er kannski erfitt að útskýra með öðrum hætti en svo að það er lítill trúverðugleiki á því að þeir aðgerðir sem þessir aðilar segist að grípa til að meðan það trúverðugleiki að það myndi virka. Þannig að ég segja að við getum nú að rettast við fyrir drauma. Sá draumur er hættulegur ef það endurspeglar ekki undirliggjandi í hagkerfi og ef við erum síðan búin að sýna fram á það í segjum 15 ár að þetta virkar ekki, þá er mjög hættulegt að halda því áfram og vegna þess að sömumenn haldi því áfram og sami Seðlabanki haldi því áfram, þessi trúverðugleikinn er farinn, það kostar síðan aukna verðbólgu út af verðbólguvæntingum. En þessi draumur er náttúrulega víða og við sjáum að það er margir með draumum það að hafa stöðugt gengi á Íslandi gegn evru. Það er sama sagan varðandi Írland, Írland, Portúgal og Grikkland og svona aðeins. Auðvitað vilja menn hafa stöðugt gengi. En undirliggjandi efnahagur þarf að styðja það. Það sem gerist bara og hefur verið að gera stundum í Evrópu er það að tökum dæmi svo Írland. Írland evra skiptir máli fyrir Írland en Írland skiptir engu máli fyrir evru. Ef það er viðskiptahalli á Írlandi eða fjármagnsflótti þá bregst evran ekkert við því sérstaklega. Þannig að evran er fyrir mjög stórt svæði. Þannig að það sem gerir fyrir í Írlandi er það að þegar það er viðskiptahalli og ef það er fjármagnsflótti og peningin fara út úr landinu þá helst gengi stöðugt en það er því haldið stöðugt þannig að það þarf ekki meira fjármagn. Og það sem gerist hérna kringum 2008, þá gerist það einfaldlega að menn áttu þessu á því að bankarnir í Evrópu voru orðnir, það var lítið traust á meðal banka, menn töldu að undirliggjandi eignir var ekki með trausta, þannig að þá markaður lokaðist, millibankamarkaðurinn, og þá byrjum við bara til þess að fara í auknum mæli til Seðlabanka Evrópu og fá fyrir þess að fjármagna útstreymi ef það var. Og hér sjáum við hvernig eignir Þýskalands, Hollands og Luxemburgar hafa verið að aukast hjá Seðlabanka Evrópu, það er hérna. Jafn mikið, eða ekki jafn mikið, en álíka mikið og það sem hefur verið að gerast hjá þessum löndum eins og Portúgal, Ítalíu, Írlandi, Grikkland og Spáni, það er bara að vera til skuld. Og gallinn við þetta er að þetta eru skuldir sem að Seðlabanka viðkomandi ríkja eru að fá og svo því þarf það ekki vaxtakostnaður og svo þarf að borga lán tilbaka. Þannig að þetta mun enda með einhverjum hætti sem við erum að horfa á þessa dagana. Finnum það bara í niðurstöðu. Þannig að það sem að lærdómurinn er í mínum huga þetta varðar er að við þurfum bara að muna það að gengi fyrst og fremst birtingarmynd af því hvernig gengur í efnahagskerfinu. Það er stór hættulegt að vera að fikta við gengi þannig að það er að vera eitthvað annað heldur en endurspeglun á efnahagslífinu. Til dæmis með því að búa til einhver vaxtamunarviðskipti sem haldi einhverju föstu gengi sem algjörlega tætti við það sem er að gerast. Traust á Seðlabankanum skiptir máli. Ég segi að óraunhæfir draumar stöðugt gengi óháð efnahag er ástæða haft á Íslandi 1920, 1931 og 2008 og líka ástæða fyrir hruninu 2001 af krónum. Vaxtamunarviðskiptin eru fjármögnuð falskar kaupmátt í aðdraganda hlutabréfsins. Lánin kom einfaldlega á gjalddaga sem við fáum tilbaka, úr var hrun krónunnar og gjaldeyrisöld. Við búum síðan í það að það er skortur og trúverðugleika hjá Seðlabankanum og það eitt og sér er vandamál, sjálfstætt vandamál, vegna þess að það býr til verðbólgu og vegna þess líka að trú á Seðlabankanum er líka forsenda fyrir afléttingu hafta. Það er ekki nóg að aflétta höftunum en það er að hafa trú á því sem tekur við. Já. Þannig að þetta var að segja þetta.